Já. Já, nefnilega. Já. Já. Það eru klísjulegur. Guðmundur. Það alltaf sami söguþráðurinn. Það bara svona, og líka þetta mjög svona, þetta alltaf þannig að langflestar svona 90% tilfella á myndunum þá er það þannig að það er alltaf einhver stelpa sem lendir í vandamálum og það þarf einhver karlmaður að koma á bjarginni. Þetta er mjög svona, alltaf verið að stuðla því að, já, bara svona mjög svona gamaldags stereotypískum hugmyndum af kynjaskiptingu. Það eru allar alveg eins. Alveg eins húmor og alveg eins klísjur og atriði. Það er allt gett gott, svo verður allt gett ömurlegt og svo verður allt gett gott aftur. Eru til íslenskar rómantískar gaman? Ég veit það ekki, ekkert spilað. Nei. Það eru fjölbreytilegri. Halda væri bara, þar væru svolítið svona, já, svo segir bara svona aðeins fjölbreytnari og ekki allar eins, ekki allar byggðar á sama grunni, sko. Já. Jú. Bíómyndum. Já, það eru rosa mikla klísjur. Já, þetta er alltaf sama, skilurðu, eins og ég var að segja á hann. Þetta er allt orðin bara sem ég er hinn stór klísja, allar þessar, þetta er allt bara fjölda framleitt sama bíómyndin, basically, bara með mismunandi leikurum. Alltaf kom ekki fyrir að þú veist að komi svona íslenskar bíómyndir sem að reyna að vera eins og amerískar bíómyndir. En þannig ég myndi segja að það væri svona frekar mikið klísja. En ekkert þannig, það er aldrei neitt eitthvað svona sem er síendurtekið í íslenskum bíómyndum. Já. Já, þannig verið kaldhæðni í íslenskum myndum. Já. Já, ég myndi segja amerískur, eða svona í amerískum bíómyndum, að húmorinn þar sé miklu meira svona alþjóðlegri fattari og höfði til miklu fleiri þjóða og svona hópa heldur en íslensku bíómyndirnar, hvernig þær höfða bara að svona íslenskum. Já, það er svolítið grófar í íslenskum heldur en amerískum. Já, mér finnst hún mun grófar í íslenskum myndum heldur en amerískum. Takk fyrir þetta, Þinn. Takk. Takk fyrir þetta. Hvað heitir þið? Ég heiti Guðrún Brynja, Snapchat heitir Guðrún Brynja.